Valgeir, byrjum bara á því hvernig kom þessi hugmynd til með safnið? Já, ég hef búinn að vera sauðfjárbóndi í nokkur ár og mér langaði til að vera að gera eitthvað annað, allavega svona með. Og var mér svona einhverja svona menningatengda ferðaþjónustu og var búinn að safna dálítið mikið af svona gömlu dóti, alltaf haft áhuga á því. Og þannig að mér dettur í huga að byggja bara yfir þetta áhugamál mitt og var líka svona að tálka hluti og var búinn að læra tréskurð og síðan inn í smíði seinna. Þannig að ég hugsaði mér að það verður svolítið skemmtilegt að breyta aðeins til og mér langaði að gera eitthvað svona fyrir samfélagi líka sem að engin annar væri að gera. Þannig að það var úr að ég 1997 þá byggðum við þetta hús sem við stöndum í núna. Hverju safnaðirðu og hverju safnarðu? Ég safnaði svolítið mikið svona nytjahlutum sem fólk notaði og áður fyrr og það eins og fólk hafi jafnvel skammað sín eitthvað fyrir þessi gömlu ílát og áhöld sem hafið áður notað og nýtt sér. Hverjir koma hingað til þess að skoða? Hvaða gesti færðu? Ég ræð því náttúrulega ekki. Það er bara, fólk kemur bara inn á götunni og það er alls konar fólk. Já. Mest hefur hann verið útlendingar samt, Eftir hverju eru þeir að sækjast? Hvað vilja þeir vita? Útlendingar vilja vita söguna. Og þeir eru opnir fyrir svona alls konar nýjungum í handverki og spyrja dálítið mikið. Mér finnst þeir góði gestur. Segðu mér aðeins söguna. Þú ert ekki fæddur hérna en þú ert uppalinn. Ég er fæddur í Reykjavík en ég held ég hafi verið svona mánaða gamall þegar ég kom aftur. Já. Og síðan ólst ég bara hérna upp og svo fór ég í burtu og var í burtu í 12-14 ár. Kom svo aftur. Hvað er það sem dregur þig aftur? Já, við hjónin byggum nú í Reykjavík og það er alltaf eitthvað sem togar í mann og okkur langaði til að komast aðeins úr bænum og aðalbörnin okkur upp eitthvað ekki inn í Reykjavík. Nú er talað þetta sé svo afskekkt og þetta er fámennt sveitafélag. Hvað er það að trufla mikið? Það truflaði mig ekki þegar ég var lasinn. Nei, ég held að bara ekkert verið öðruvísi að alast hérna upp heldur en bara í Skagafirði eða Húnavatnssýslu. Því að þar sem þú elst upp, það er bara heimurinn þinn. Þú ert ekkert að velta þig mikið fyrir þér hvað er að gerast í öðrum sóknum eða sýslum. Þannig að ég fann aldrei neitt fyrir því að þetta var eitthvað öðruvísi heldur en annars staðar. Hvernig eru samgöngunnar hingað svona mörgum þyrnir í augum, það sé erfitt að komast landleiðina. Vegirnir eru ekkert sérstakir. Hvernig myndirðu vilja sjá þetta breytast? Hvað á að gera? Ég myndi bara vilja afnema þessa reglu. Sérreglu eða hvað það heitir. Hvað þá? Hún snýst bara það að það er bara hægt að moka hingað frá áramótum fram á einhvern ákveðinn dag í mars, 23. mars eða eitthvað svoleiðis. Óháð því hvað er mikið snjór eða hvað er lítill snjór. Skaflinn þarf að vera kannski 100 metrar og þá er ekkert mokað. Þetta vísu aðeins breyst síðustu árin en reglan er enn í gildi. Ég myndi bara vilja sjá það að það væri bara stefnt að því að halda og opna allan veturinn. Þetta er sem sagt sýning konu sem bjó hér í Árneshreppi í 60 ár. Hún er fædd hérna inn í Sunndal og hún er fædd 1780 og þá móðurhafnirnar byrjaði í algreiningi og foreldrarnir voru bláfátæk og leiguliðar. Síðan flytjast við inn á Þrúðardal, það er inn í Kollafirði
Og þá eru þau alveg orðin bjargarlaus og eiga eina kú, bara til að lifa. Sá sem átti jörðina, hann tekur af þeim kúna upp í skuld og þá leysist fjölskyldan upp og þau skipta liði og pabbi hennar og bræður hennar fara eitthvað norðurvið, sennilega norður í Bjarnarfjörð, en hún fer sem sagt með móður sinni og ætlar yfir Steinaldarsheiði sem liggur frá Þrúðadal og niður í Gilsfjörð. Þar verður móður hennar út á heiðinni og 3 dögum seinna skríður hún niður að bænum Brekku í Gilsfjörði. Þá var hún svo kalinn á fótunum að það var að taka hennar fótunum. Svo týnist þessi kona í 14 ár, eða stúlka, og við finnum hana hvergi í heimildum. Svo birtist hún allt í norður í Janshreppi. Það var bróðir sínu sem þá byrjar að búa á Finnbogastofu. Og þar lærir hún líklega þessa báta sem hún var seinna svo þekkt fyrir. Hún náttúrulega hefur haft rosalega sterka skapgerð, væntanlega, því að ef hún hefði ekki haft svona sterka skapgerð og hefði verið vel kraftmikil stúlka, þá hefði hún sennilega bara orðið niðursetningur á einhvern bænum. En hún reif sig bara algjörlega upp úr þessari meðalmennsku og lærði sem sagt bátasmíðar og smíðaði báta og koppa og kirnur og giftist og eignaðist jörð og síðan aðra jörð og þannig að hún svona kvundasetja sem okkur fannst full ástæða til að setja upp sýningum. Sagan hennar var alveg að týnast. En ekki lengur? Ekki lengur. Þetta eina samfellan sem til þessa konu. Já. Hérna ertu með eitt og annað. Hér svona ýmislegt tengt útgerð, líkan af Ófeigi, Hákarlaskipinu. Já. Sem núna inn á Reykjum í Hrútafirði, var gert út úr Ófsfirði. Það skip var eingöngu gert út á Hákarl. Var byggt sem Hákarlaskip og já. En þegar ég byrjaði að safna þá var ekki til eins mikið af neinum gripum eða hlutum eins og smíðaverkur. Það var rosalega mikið til þessu. Enda náttúrulega með allan þennan rekavið. Já, með rekavið og strandamenn voru rosalega þekktir fyrir smíðarnar sínar. Já. Hérna svona dæmigerð smíðisgripur úr rekavið. Já. Þessi rúmfjöl. Já. Þetta svona 10 millimetrar. Þetta ekki meira. En svo það náttúrulega hefla, sko. Já. Til að hefla sagarfernur. Já. Þetta höfðaletur hérna sem sér íslenskt letur, hvergi til annars staðar en á Íslandi og var bara notað í drykkjuri. Já. Segðu mér aðeins með hver átti þennan skautbúning? Hún hét Þórunn Eyjólfsdóttir og var prestdóttir hérna á Ánesi. Já. Og dóttir sér Eyjólfs í Ánesi og konar hans Elínar. En sennilega hefur hún fengið þennan skautbúning þegar hún sem sagt giftist Marínu Hafstein. Já. Sem var sýslumaður í Strandarsýslu í 9 ár held ég. Já. Þá hefur hún sennilega fengið hennar skautbúning og ákomendur hennar komið með þetta hingað, vildi geyma þetta hérna. Þetta mjög fallegt og fallegur safngripur. Já, mjög svo. En segðu mér, að fara hérna þetta safn tekur náttúrulega tíma því að fólk kemur hér á áhuga og vill læra. Spyr það ekki ótrúlegustu hluti? Jú. Já. Við erum alla daga að segja ykkur svona sögur. Er það ekki? Jú. Við erum bara að miðla þessari sögur og það ekki nóg að setja ræðisegniðin upp og Nei. Það saga á bakvið hvern öll hlut. Já. Það kemur að vísu hlutir hérna inn sem við veitum ekkert söguna. Nei. En flesta þeirra samt. Já. Ef þú svona hugsar í fljótheitum, hvern telur þú vera merkilegasta hlutin hérna inni hjá þér? Ég bjóst nú þessari spurningu. Já. Hvað? Láta hérna. En ég hef eiginlega ekki svar við henni. Sjálfur sér, ég líti ekki á þessar hluti eins og mína eign, Þetta bara menningararfur sem ég að reyna að vernda og halda upp á. Og ég vona að það tekist bara.
Og það er það sem við hugsaum fyrst og fremst um. Já. Að reyna að búa sem best að þessu og miðla sögunni. Já. Mér sýnist að það hefur tekist afskaplega vel. En ég nefni stundum þessa þegar fólk spila svona eins og þessu. Svona heimskulegra spurningar eins og... Nei. Þá nefni ég stundum þessa kaffikvöldina. Af hverju? Af því að við þekkjum svo vel sögun hennar, og hver smíðaði hana og hvenær hún var smíðuð. Já, lát heyra. Já, hún var smíðuð af þessum manni hérna. Þorsteini Þorleifssyni sem bjó á Kjörvogi í 24 ár. Já. Hann var orðinn þekkt þjóðsagnapersóna í lifanda lífi og Og fyrir hvað helst? Smíðarnar sín. Hann var sem sagt kallaður klénsmíður. Þetta er beint upp úr kirkjubókinni í undirfólkssögn þegar þau giftust þessi hjón. Klénsmíður Þorsteinn Þorleifsson. Já. Þau bjuggu hér á Kjörvogi í 24 ár og hann var líka skal ég segja að taka móti börnum. Já. Og á þessum 24 árum sem hann bjó hérna, þá tók hann á móti 224 börnum. Já, sérstakt. Og hann smíðaði það sem hann kannski, mér finnst merkilegast, hann smíðaði fæðingartækur. Já. Og hann fékk að nota þær. Hann þurfti að vísa að senda þetta til Kaupmannahafnar og fá leyfi og testa þar. Og hann fékk það gegn því skilyrði að þær eru sendar út tilbaka þegar hann væri dáinn. Já. En hann drukknaði nú hérna á Húnaflóanum og þá leysist fjölskyldan hans upp á fer héðan og tengurnar verða eftir á Kjörvogi. Og þegar ég var gutti og fór að hafa áhuga á svona gömlu hlutum, þá fór ég að spyrja hvaða orðið finnst þið þingur. Og þá var mér sagt að þær hefur verið notaðar síðast á Kjörvogi við að skara í eldinn. Þá hefur verið konar í sundur sennilega á lömunum og annar harmurinn til þess að fýra upp í eldavélum eða hlóða. En hann smíðaði mikið af svona kvörnum. Þær voru til á mörgum bæjum. Já. Og þessar voru á 5 bústöðum og þessi kvörn var notuð þar alveg fram til 1970. Já, hún gerði sér gagn. Hún gerði sér gagn, já. En segðu mér svona í lokin, við getum talað lengi, en hvers vegna valdir þetta nafn á safnið þitt? Sko, fyrsta sumar þá hét þetta ekki neitt. Nei. Við vorum með pappakassa hérna frammi og fólk gat sett miða á henni og ákveðið nafnið á húsið. Og það voru ansi margir sem skrifuðu Kört. Já. Af því að við höfum þá vantarlega verið búin að segja að það verið sker hérna til sjónu sem heitir Kört. Og þaðan er nafnið komið. Við vorum sem sagt að leita einhverju stuttu, svona hljómmiklu nafni sem allir myndi spyrja um. Og nú höfum við fengið svar. Nú höfum við ekki svarið, en hvaða þýðir það svona mann, sko? Já. Mig grunar þetta sé svona arfur frá dönskum landmælingumönnum. Já. Sem voru að vinna hvað er þetta kallað? Herforingjaráðskortin. Já. Það eru til svona hálfdönsk örnefni hérna. Hvað þýðir Kört? Ég held þetta þýðir bara svona kort á dönsku, bara eitthvað lítið, kort, stutt. Já. Ég held að sé það. Já. Og borið fram svona, Kört. Kört. Já. Já. Þetta er merkilegt.